Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur í upptökur á þessu ágæta 50. kvöldi. Andri Jónsson heiti ég og með mér hér í dag Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður. Blessaður. Jæja Ólafur, hvað segirðu þá? Nei, ég hress, alltaf gaman að koma aftur í nýjan þátt og byrja spjallleikum á sagfræði. Það takmarka hvað elvan ennur að hlusta með tala um sagfræði, þannig að það mjög gott við getum sest og spjallað í rúma klukkutíma eða lengur. Nákvæmlega. Herru, við erum hlaðarpi söguskoðun. Við komum hér saman á og til að ræða saman um sögu og sagfræðileg málefni og það nú ekki lengra síðan en fyrir nokkurum dögum að við vorum hér síðast að ræða saman og við vorum að ræða saman um Ítalíu. Já. Mussolini og Ítalíu í seinni heimsstyrjöld. Og það var nú, það er búið að vera svolítið svona seinni heimsstyrjöldar fókusera hjá okkur, svona svolítið upp á síðkasti. Við vorum líka hérna fyrir jól að tala um innrásin í Noreg og orrustunum Narvík. Og svo töluðum við aðeins um Marcus Aurelius. Já. Það var skemmtilegt líka. Já, mjög gaman. Við erum að reyna að hafa svolítið svona breytti í þessu. Einmitt. En í þættinum í dag ætlum við að tala um eitthvað allt annað. Hvað ætlum við að tala um í dag? Ætlum við að fara langt austur á bóginn og við ætlum að tala um samúræja af öllu. Einmitt. Já, það stuttum og getur sagt samúræja, en það sem ég verið að kynna mér aðeins þá, þetta fyrirbrigði, þú veist, hvað var það eiginlega? Hvað var það eiginlega að vera samúræji, sem hugtak sem allir þekkja. Já. En ég get ímyndum mér mjög margir eigin og svona erfitt með allir síðan að skilgreina nákvæmlega hvað það var, eða sagt eitthvað um sögu samúræja og eitthvað slíkt, og það er svona það sem ég verið að brasa hans í. Akkur heldur að fólk þekki, akkur finnst okkur þetta orð svona, heldur að séu þetta myndinni þarna með Tom Cruise? Já, meðal annars, og svo líka bara einhvern veginn þetta svo rosalega svona lýsandi einhvern veginn fyrir Japani, þetta er svona þessi japanska staðalímynd, samúræjar og þessi hluti japanskra menningar, og svo náttúrulega margir, merkilega margir sem að horfa á mitt anime og eitthvað slíkt, og ég held að kannski okkar hlustandi hópur sér ekkert mikið í því. En svona í vestrinu, þú veist, og japansk menning mjög vinsæl, og merkilega vinsæl kannski. Ertu búin að sjá allar þessa anime eða manga filtera sem er að ganga rosa mikið á samfélagsmiðlum núna? Svona AI-generated svona mangamyndir. Já, þetta ekki alltaf ekki upp frá Studio Ghibli? Hvað er það? Studio Ghibli er eitt af svona stærstu stúdíum og framleiðendum á anime í Japan. Já, ég veit ekki hvort þið séu nákvæmlega stærstir, en svona vinsælastir og myndina þeirra þykja rosalega góðar. Howl's Moving Castle til dæmis og Princess Mononoke og... Herru, þú ert greinilega vel að þér í anime-fræðum. Valley of the Winds. Nusha! Og The Valley of the Winds. Þannig að ég veit ekki hvað þetta heitir í japansku, en ég er þetta þegar ég spáði því, ég er þetta að sé það hans hortáldi á anime, en og ég hlusta þá á það á japansku, en þá með enskan texta. Horfir á anime? Já, það er alveg til inn á milli. Já. Og meðal hans ég mjög hrifin að Ghibli myndunum. En ertu þá líka að horfa á svona Naruto og... Nei, ég bara aldrei hort á það. Full Metal Alchemist. En ég þekki þetta allt, Naruto og Evangelion og Attack on Titan og allt þetta, ég veit hvað þetta er. Space Battleship Yamato. Já, ég veit. Já. Nei. En það er eitthvað við, en það er þessi mynd, það Tom Cruise þarna, síðasti samúræin, náttúrulega var stórmynd og allt það, og svo margir sem séð hana. Vistu, ég hef ekki séð hana. Nei, ok. Ég hafði alveg gaman af henni. Sko, ef ég googla samúræ núna. Já. Samúræ. Heldur að komi mynd af Tom Cruise? Já.
Jú, hann er hérna. Já, það ekki. Jú, þetta var hérna þessi myndi frá eitthvað 90 eitthvað, það ekki. Já, er það? Velta hann var 2000 og ég veit ekki 6 vill ég skjóta á. Já, herru það er rétt, hún er miklu yngri en það. 2003? Nú, já, 2003. Já, skeik aðeins. En hann síðan náttúrulega líka hluti að ég held ég af hverju þetta samúræðdæmi með svona vinsælt er líka þessar bardagalistir. Já. Karateð og hann kung fu og aikido og allt þannig og jú, kung fu og kínverst og allt þannig en þetta náttúrulega blanda svolítið saman þessi hann hvað var að segja austurlanda bardagalistir og samúræin og náttúrulega líka öll þessi hernaðar viska í tengslu við samúræin líka eins og The Book of Five Rings og allan svona þessar vísdómsbókmenntir Japans og samúræja það er allir eitthvað sem líka svona ákveðnir hópar hafa verið að lesa. En hérna talandum svona Japans sjónvarpsefni og svona austur-asískt ég man ekki eftir að hafa hort mikið á japansku sjónvarpsefni på síðkastið en við horfum á hérna alveg rosalega langa þætti sem eru kóriskir sem var inn á Netflix sem er svona ástar svona rómantíski þættir sem fjallum svona suðurkóriska svona businesskonu og norðurkóriskan svona herfóringja sem að vera ástfangin. Já manni hvað heitir. Nei, með suðurkórist efni hefur líka verið rosalega vinsælt bæði tónlist og bókmenntir og ekki minnst sjónvarpsefni. Ég hort líka þess að suðurkórist sjónvarpsefni. Þetta er líka þetta er áhugavert að þetta er tölvöld öðruvísi en þess að við erum fyrir og þess að með japanska bíómyndir og svona, ég hef hort mikið japanska hryllingsmyndir og líka bara svona bíómyndir almennt og það eru oft tölvöld öðruvísi og þetta er ekkert allra. Nei en Japan er mjög áhugavert samfélag og hérna við tókum nú hérna alveg Japan svolítið fyrir japanska sögu hérna þegar við vorum fyrir mörgum árum síðan hérna í hlaðvarpinu tókum hérna þríleik við höfum nú ekki reynt það eftir það var alveg fóru alveg hérna nokkra vikur í að tala bara Japan já, það var Japan í seinni heimsstyrjöld og líka einmitt alveg aftur á 19. öld Við höfum líka talað náttúrulega rússnesk-japanska stríðið. Við talaðum það í hlaðvarpinu. Jú, það ekki? Jú. Já, örugglega. Það myndi mig. Já, ég hefði bara tölvöld á Japan. Já, en það sem er svo áhugavert með Japan og svo sem auðvitað líka bara þessar þjóðirarna í Austur-Asíu, þetta er svo ævaformt og þú veist eins og þú veist bara stofnun keisarans sko, þú veist þetta er bara mörg þúsund ára gömul stofnun sko. Já. Og það var reyndar hvort ég var að lesa það um daginn að það er vist smá svona brothætt ástandið á keisaradæminu núna því að hann var sá sem er sko krónprinsinn núna hann er vist eini sko hérna strákurinn sko Já. og það má bara strákur erfa sko eða kall Já. og hérna og þeir voru í smá vandræði með sko að hérna þetta er svolítið svona brothætt því það er ekkert svo mikið af strákum þarna til að erfa sko. Nei, mitt. Og menn voru að segja að það er alveg gríðarleg pressa á þessum hérna unga manni sem er núna held ég bara unglingur sko og er að verða fullorðinn bráðum og það er mjög mikil pressa á honum þá að geta af sér erfingja sko. Nei, mitt. Drengbarn. Ég man ekki nákvæmlega hversu langt þeir hversu langt þetta á tegar rættu sín en hvort það sé 2000 fyrir Kristi eða eitthvað þannig þegar kom það sé uppáli 660 fyrir Krist segja það reynan á Wikipedia sem er ár svona samkvæmt mýtunni allavega í hvað ár var það sagður? 660 fyrir Krist stendur hérna. Okay. En er það þessi guðlegi keisari, þessi guðlega vera sem á að hafa komið að himnum ofan og gerst fyrsti keisarin? Ég býst við því. Já.
Ég bara googlar inn í hlaðarpinu sko, ég veit ekkert meira. Nei, ég er nú mann ekki, ég er nú lesið þetta ekkert en ég mann ekki en það er einmitt svona hlutaði þá kemur náttúrulega þetta guðlega vald keisarans eða hugmyndin það, þú veist að við erum að tala það samkvæmt þá einmitt góðsögnuninni að þá var það raunverulegt goð sem einmitt gerðist fyrsti keisarinn og svo þú veist línan frá goðinu, þú veist þetta er eins og með þú veist, Júlíus Caesar og tenginguna við hvað heitir hún aftur? Ekki Afrodíta? Jú, nei þið segja að sko þetta sé mýta, sagfræðingur er saman það að fyrstu 9 keisararnir hafi verið mýta. Já. En 10. keisarinn hafi mögulega verið söguleg fígur og hann var uppi á fyrstu öld fyrir Krist. Já. En ef það er rétt, þá erum við að tala þá erum við að tala eins og við værum ennþá með Rómarkeisara í dag sem ætti bara beina línu aftur til Ágústusar sko. En svo verðum við náttúrulega líka að hafa í huga að það er kannski ekki, þetta er ekki bein lína sem að drengur af maður og manni og allt þannig, það er einhver ættleiðingar og hitt og þetta Já. En engu að síður, þetta er samt mjög áhugavert Já, en samt ég pældi að við værum búin að vera með til dæmis Rómarkeisara sem stofnun bara, óhindrað bara í 2000 og síðan bara á tímum Rómverja Já, það var ótrúlegt Það myndi bara sitja í Konstantinópel ennþá í dag. Já. Eða Róm eða Borg eða hvað það er. Einmitt, eða Moskvu. Já, eða Moskvu. Það er fyndið. Einmitt, það er önnur saga. Það er önnur saga. Já. Já, við ætlum að skoða samúræjana í dag og þetta eru náttúrulega svona mín hugmynd samúræja er svolítið að það séu svolítið svona álíka fyrirbæri og það sem við myndum kalla riddari kannski upp á einhverju marki, getur það verið? Já, algjörlega og þetta hefur þetta fyrirbrigði oft verið borið saman við til dæmis lénskerfið í Evrópu og slíkt og ef við tökum bara fyrst að þessu hugtök að þetta almenn eða þetta réttara hugtaki er sem þetta bushi sem því þá bara hermaður stríðsmaður einhver og meðan að samúræi þýðir komið víst af einhverju kínuversku orði sem þýðir að bíða eftir einhverjum eða setja fylgi einhverjum og þá náttúrulega reynd, riddararnir það voru handgengnir menn einhvers fursta eða konungs eða hvað það er á miðöldum og þá náttúrulega reynist með samúræina þeir voru tengdir einhverjum aðalsherra einmitt og voru þá einmitt svona þetta er svona þessi svolítið svipaður riddarar í lénskerfinu og mynduð þessa svona herstjætt ef þú berð þetta saman til þessu miðaldi þú ert með þá stjætt sem átt að biðja sem voru munkarnir og prestarnir og allt þetta svo ertu náttúrulega með aðalinn sem áttu að berjast og svo ertu með bændurnar og allt það sem áttu að brauðfæða hinnar, tvær stjættirnar svona þrískipting, það er svona klassíst og við ertum með svipaðar hugmyndir í Japan því að Japan er náttúrulega samfélag sem er sérstaklega upptekið af því að afmarka og koma á skýrri góggunarröð það sem að til dæmis það var allt niður njörfa nákvæmlega þú veist, ef svona mikilvægur aðalsmaður eða herra sem átti svona mikið land ef hann mætti öðrum aðalsmanni á förnum vegi þá þurfti sá sem var lægra í góggunarröðunni hann þurfti þá að bukta sig og beygja og fara í gegnum ákveðin ritual og heilsa á ákveðin hátt og þannig allt niður njörfað og alveg mikið svona seremóni í kringum allt en síðan líka með samúræjana skiptist það líka í mismunandi svona undirstjettir þetta er eins og að byrja að skoða hvað kallaði maður það aftur stjettakerfið í Indlandi og í Hindu kast systemi, maður ekki hvað köllum þetta í Íslands lögstjettir kannski það nei, hvað heitir það aftur erðastjett, nei allavega, að þú byrjar að skoða þær að þá er þessar köllum það erðastjettir eða hvað það er margfald flóknara heldur en á yfirborðinu með svona grófskiptingu og síðan þegar þú ferð inn í mismunandi þá finnur þú fullt allar undirstjettum þar og svona En allavega, þannig að það allir með samúræi eða bushi og þannig kemur náttúrulega líka þetta bushido sem er þá hvað hann kallar vegferð hermannsins eða vegferð stríðsmannsins eða vegur stríðsmannsins og það snýst það það hvernig svona þessir warrior sem við kallar á ensku hvernig þessir stríðsmenn
hermenn hvernig þeir áttu að haga sér og þá sér maður náttúrulega líka sem þetta ákveðin svona, maður getur líka borið það saman við riddarana og riddaramenningu miðalda og riddarabókmyndirnar þar sem að til dæmis riddarinn átt að vera göfugur og réttlátur og riddarinn til dæmis átt ofta að vera berjast fyrir einhverja fallega mær og þáttu að vera svona platónsk ást þar þáttu að vera dástaðin úr fjarlægð og húnað honum og kannski gefa honum eitthvað smá klæði eða eitthvað svona til minningar sig og svona og samúræjarnir einmitt líka með allavega svona hjálpa fátækum líka hjálpa fátækum og á samúræjarnu þá flettist þú alveg mikið inn í þetta buddhismi og konfúsíismi og þá til dæmis að samúræin á að vera svona yfirvegaður hann á að sætta sig við dauða sinn hann á ekki að vera æstur og ofsafengin þú veist hann á ekki að vera berserkur og vígvellum þvert á móti og ætti að vera sko kaldur og yfirvegaður og það fullkomna stjórn á þér og þínu allir þess áhverti, ég er búin að lesa núna dálítið af einmitt svona samúræja bókmyndum og það er bara svo áhugavert að þessir meistarar þar þeir eru alltaf mikið að gagnrýna allan svona kjaftaði eins og vera hvað maður að segja sveifla sverðinu eitthvað í kringum sig og sína ykkur svona listir og eitthvað þannig Ertu að lesa einhverjar svona gamlar bókmyndir þá svona frumheimildir þannig séð það Já, ég er búin að lesa slatta frumheimildum. Ég ætlum að lesa The Book of Five Rings eftir hann Miyamoto Musashi. Síðan hvenær er hún? Hún er á 17. öld. Já. Megnið af þessum klassíska samúræja bókmyndum er frá 17. öld. Og hvenær koma þessi samúræjar fram? Þessi samúræja kultúr? Þú getur sagt að nei, kannski rættu sinnar rekja svona til þess að við myndum kalla svona hámiðaldir. Já. Svona þar bil. Og svo þróast þetta svona hægt og rólega en þeir sjálfir eru ekki landeigendur þeir eru að vinna fyrir landeigendur eða ekki Jú, að megnunni til en og það eru þessi sjókúnar eða Já, því séðan líka áður en maður byrjar að hoppa út í þetta allt svona auðvitað eftir náttúrulega skilgreina eins hugtök og svona segja hvað við erum að tala Já. Ok, við erum búin að taka okkur fyrir þá núna samúræja og segja svona aðeins hvað þeir eru Já Sko, saga Japans náttúrulega skiptist upp í svona mismunandi svona shogun tímabil Já. þar sem að shogunin var æðsti hernaðarlegi leiðtogi og þjónaði keisaranum keisarinn var alltaf á toppnum og það er þá sama keisararöðin eða sama keisarafulskyldan sem hefur þá verið síðan hvað sagði var ekki 600 eitthvað fyrir Krist og svo hafi þetta komið þá mismunandi shogunar og shogun mitt held ég þýði sko herfóringi eða eitthvað slíkt og þá náttúrulega ef var það á tímabilu þetta voru það sjókunarnir sem stýrðu og keisararnir voru þetta bara svona skraut sammenningatá En voru sjókunarnir skipaðir af keisaranum? Nei, sjókunarnir er bara börðust og lögðu undir sig hluta af Japan og lögðu undir sig í rauninu þessa stöðu og þess vegna skiptist Japan upp í mismunandi svona shogun tímabil og til dæmis það tímabil sem er kannski svona þetta klassíska samúræja tímabil það er þetta Tokugawa tímabil Já, Tokugawa og Tokugawa shogun tímabilið talað og það var frá 1603 til 1868 Þannig við tölum sjóguna tímabil sem er í rauninni bara eins og við segjum eins og að skipta upp þessum tíma þegar að sjógunarnir réðu við skiptum því upp í söguleg tímabil Já, til dæmis og þú líka borið þetta saman við til dæmis eins og við gerðum með Rómakeisara þegar við vorst að tala um gullaldarkeisarana eða kjörkeisarana og svo komið illirísku keisararnir á einhverjum tímapunkti með júlíönsku, kládíönsku fjölskylduna og líka hugsaði þetta aðeins þannig að þeir til dæmis á undan þessar Tokugawa keisarafjölskyldunni þá var þessi látum okkur sjá Ashikaga sjókunatið frá 1338 til 1573 og þá er alltaf líka fyrir þá sem er að fylgjast með að tímabilið þá hvað maður segja já kannski 1573 og fram til 1603
það líka sérstakt tímabil í sögu Japans sem sérstakt þekkt sem Sengoku tímabilið eða þá hvað við kalla tímabil hérna stríðandi fylkinga Warring States tímabilið eins og að kalla í bæði Kína á sér svona tímabil og Japan á sér þá líka svona tímabil það sem voru hátt í 100 ár með alveg gífurlegum óstöðuleika og stanslausum borgarastyrjöldum. Það eru þá svona stríðsherrar sem að einmitt. Að því síðan líka það sem hluta sem mikilvægt að gera sig grein fyrir sko, Japan var ekki sameinað undir eitt ríki fyrir 1868 þegar að Meiji endurreisnin átti sér stað einmitt. og þegar sjógunatið fellur og valdið var aftur fært yfir til keisarans einmitt, sem í raunveru ég myndi segja japansk góðsögn en það sem svo áhugavert að þessi menn sem voru að færa valdið en að gæsalapa aftur til keisarans voru ekki að gera neitt annað bara taka valdið í eigin hendur og svo notaði keisaran sem bara svona stimpil og löggildingu fyrir það sem þeir voru að gera en það svo áhugavert að við töluðum þetta þegar við vorum að tala einmitt Japan fyrir seinni heimsstyrjöld og fram til 45 en þú varst með hinur þessar fylkingar sem voru að alltaf að berjast fyrir keisaran og haldaði fram að það var að gera eitthvað fyrir keisaran þó að keisaran hafði engan áhuga á því Kvantung herinn til þessi Manchúriu var að gera allan fjandann og alltaf haldaði fram að við erum að gera þessi keisaran vill og meðan keisaran hafði engan áhuga svo vildi þetta ekki Nei. En það var þá sækja alltaf löggildingun á það nú alltaf sjókunatur auðvitað sóttur þá í sínu löggildingu bæði þá alltaf sem stríðsherra og sterkasti stríðsherran og svo auðvitað þá líka frá keisaranum Hvað gauðra voru þetta sem að enduristu innan gæðsalappa þá Meiji keisaradæmið voru það í rauninni bara sjókunarnir gömlu eða? Nei, ég man ekki nákvæmlega hvað menn það voru en ég myndi skjóta á að það sé þá menn sem komu frá þessu nýju valdastéttum sem voru að brjótast fram þú veist, einhverju verslunarmenn hvað við segja, einhverju bjúrokratar sem hagaði að vilja fella þetta gamla Tokugawa sjókunatið og gera Japan að nútímalegu opnu ríki En getur maður ekki sagt kannski það sé svipað eins og þegar þú veist þegar borgarastéttin tekur völdin af aðalstéttin í Evrópu í nafni konungsins Já, ég heldur getur alveg borðið það saman með það Það áhugavert að sé hægt að bera þetta svona að menn sjáu svona líkar línur og eins líka þetta með þá í gamla kerfinu það sem stundum kallað þá svo í evrópsku sögu þá léns tímabilið þannig að þá kerfið sem var á fyrir 1860 og hvað var það, 8 að þar ertu með svona kerfið sem að minnir stundum svolítið á lénskerfið og svo með svona einn á toppnum allir fylgja honum í rauninni en eru í orði en eru í rauninni bara svona aðalsmenn sem að stjórna í krafti landegnar sinnar og síðan eru þessu samúræjar svona svolítið svipað fyrir bæri og riddarar allavega svona minni svolítið á það Já, algjörlega gerir það og þetta náttúrulega líka hínu þessi sér einkenni en það er náttúrulega margt sem minnir á það og þegar að lesa þessar bókmenntir þá er með þetta sem ég nota til þess að reyna að skilja þetta betur að því ég náttúrulega þekki miðaldið þetta margfalt betur og það er náttúrulega ekki tekið þá lausu lofti að vera að bera þetta svona saman til þess að öðlast betri skilning á framandi fyrirbærum Það er áhugavert ef að Japan að einhverju leyti svona líkara evrópska kerfinu heldur kannski aðrar þjóðir á þessu svæði það var líka áhugavert að hvernig síðan Japan auðvitað þróaðist síðan á 19. og 20. stöldu auðvitað til þess að verða einmitt svona evrópskt stórveldi hálfgert Já, það sem voru ákveðin sér einkenni sem ég held að hafi spilað mikilvæga rullu þar en síðan samt líka mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er nánast einstakt í mannkynssögunni að ein þjóð hafi haft gífurleg menningarleg áhrif á aðra þjóð án þess að innlima hana og þá er ég að tala áhrif Kína á Japan. Áhrif Kína á Japan hafa verið alveg gífurleg. Samanber það að Japanir þeir hafa með tekið upp mikið að letrinu kemur þaðan, hugmyndir og hugtök, búddismin og konfúsíusmi trúarbrögð
Já, trúabröðin og Shinto til dæmis, það svona áhugaverð blanda af það sem við getum kallað svona japanskri þjóðtrú blandað við einmitt buddhisma og konfúsíisma og það var alltaf gífurlega litið upp til Kína og ekki minnst náttúrulega keisarans auðvitað. Já. Og ég náttúrulega alls engin sérfræðingur í þessu en það allan eftirtæktavert þegar maður að lesa þetta og það um líka hluti að ég held að japanskar sé með ykkur 3 letur eða hvað það og hefur ég einmitt verið orðið fyrir eins og ég segi miklum áhrifum frá kínversku og keisaradæmi náttúrulega hluti af því og málaralist til dæmis mikið af málurum sem voru að halda frá einmitt Kína og fara til Japans og hafa það áhrif á þetta, þú veist, japanska list, málaralist, japansk ljóðulist, mjög lituð af Kína. Náttúrulega þetta sama með Kóreu, en þetta náttúrulega eru þessi 3 ríki, Kína, Kóreu og Japan, mynda í rauninu vera ákveðna heild sem eiga margt meira sameiginlegt heldur en sem aðskilur. Já. Þó séu gjörólík tungumál, þannig gjörólík, ég held að tungumálin séu mjög ólík og óskild í grunninn, en svo út af gífurlegum kínverskum áhrifum að þá ert með mikið sem sameiginlegt líka í tungumálinu. Já, meira segja við þetta heyrum mikið mun á þessum 3 tungumálum. Já, allt annað. Já. Og ég þekki ekki svona tungumálulega að séð hversu skildi eða ekki þessi mál eru, en allavega. En það er mjög áhugavert og síðan náttúrulega líka, þú veist, þá með samúræina að það sem gerist þá eftir þessa miklu óöld að þegar að hann Tokugawa Ieyasu held að sé borið fram einhvern veginn þannig fyrsti sett Shogun Tokugawa Shogun dæmisins honum tókst að brjóta mikið af Japan undir sig og stofna þá þetta Tokugawa Shogun dæmi og hann einmitt svona einn af þessum 3 hvað getum við kallað svona þjóðar faðir einhvers konar, eða föður ímynd einn af svona stofnendum Founding Father. Já, einn af svona stofnendum Japans og hann var þá 3, ég man ekki hvað hinni 2 hétu jú, ég hefði nú fyrir fram að mig Oda Nobunaga og Toyotomi Hideyoshi Toyotomi Toyotomi held ég ég ekki sleifur í japanskunni að því séð sko að því að saga Japans í raunum verður fyrst og fremst kannski lituð af því að þú varst með mismöndu svona daimó það var svona þess að ákveðin ég held að geti borið þetta saman við svona héraðsríkin eins og Íslandi á Sturlungaöld þar sem að einhver aðalsmaður var búin að ná að brjóta undir sér landsvæði og mynda ákveðna heild og þá gat hann sáðan auðvitað notað skattekjur og slíkt til þess að kaupa stuðning, byggja upp her og ef hann var hæfileikaríkur og metnaði gat hann auðvitað farið í stríð þá við ríkinni kringum sig og stækkað og lagt undir sig og saga Japans náttúrulega mjög lituð af þessu það eru alltaf skærur og deilur og borgarastyrjaldir líka á meðan að síðan inn á milli koma þessi Shogun dæmi þar sem einhverjir sterkir herforingjar ná að þvinga fram frið voðalega svipað svo Kína líka því Kína á sér líka svona sögur Ming keisarafjölskylda til dæmis svo fellur hún og þá koma hvað hétu Queen frá Manchúríu einhverjir afkomendur Mongóla og á undan Ming þú veist það var auðvitað Mongólarnir og eitthvað slíkt einmitt, já En eru þá hvað voru sjókunarnir margir? Ertu að tala alla sjókununa eða? Já Nei, ég meina Sögu Japans? Er ekki margir á sama tíma? Nei, það er bara 1 sjókun á hvernig tíma Já, það er 1 sjókun á sama tíma og margir dæma Já Þannig að það er 1 keisari og 1 sjókun og svo er alveg fullt af eitthvað svona daimó herrum daimó vísa til héraðsins eða svæðisins daimjó Já, ég var alltaf haldið að sjókunarnir væri svona eins og lénsherrarnir þeir væru margir sko
en þá er ég að miskilja. Nei, Ég held að það væri svona eins og fyrstar ekkurir. Já, nei, það er bara eitt sjókun. Já. Einmitt. Þannig að hann er í rauninni þá eins og einhvers konar millistig. Já, á sama tíma sem hann er raunverulega valdið. Einmitt. Ég veit ekki, þú búið þetta saman við til þess kannski forsettsráðherrann og forsetan. En hafði sjókunin eitthvað formlegt embætti eða vald í skjóli keisarans? Já. Eitthvað formleg tengslu keisaran? Já, hann sækir löggildingu síðan að þaðan og sem, þú veist, leiðtogi hersins. Já, formleg, já, leiðtogi hersins, já. Þannig að hann er í rauninni embættismaður keisarans. Já. Og svo var allavega embættismanna kerfi síðan. Og sem er líka kannski tölvöru munur á Japan kannski og að því við erum að bera þetta þessu lénskerfið að Japanu þetta var mikið þróara lénskerfi en þetta eru náttúrulega líka að tala náttúrulega Japan á 17. öld þetta það þróa var það ekki svo sem ekki komin með óvart það sé kannski stærra og flóknarlega stjórnsýslukerfi heldur en til þess að var í Evrópu á hámiðöldum en síðan það sem er sérstaklega áhugavert síðan við Tokugawa tímabili líka og er mikilvægur hluti af þessari samúræmenningu og ég heldur geta algjörlega sagt að kannski svona gullöld samúræna sé einmitt hvað að segja þetta friðartímabil undir Tokugawa sjókundæminu af því að þegar samúræn þetta ekki að berjast það er náttúrulega engin, það er allan að fæstir sem hafa tíma, svo Marcus Aurelius að setjast niður í tjaldinu sínu í skógi í Germaníu að berjast og skrifa einhverja heimspeki og þetta sérstaklega þá fyrir samúræn sem er að berjast og til dæmis er að berjast í Sengoku tímabilinu, þá náttúrulega lítið skrif þannig að það er ekki tilviljun að mikið af þessum klassísku ritum kannski koma seinna meir þeir eru friður til dæmis á 17. öldinni og þá náttúrulega líka meira kannski blómstrar þessi hvað maður kalla svona göfuga eða rómantíska samúræja hugmynd svona það hvernig þeir eiga að hegða sér og svona þessi hvernig er að bera sig og þetta er svo áhugavert með líka með Japans samfélag því að Japans samfélag er í grundvallar atriðum allt öðruvísi en okkar samfélag til dæmis byggist á samviskunni og það er náttúrulega út af því að kirkjan er búin að tala það í hátt í 2000 ár að hvað þú gerir rétt og ránt það er á milli þín og Guðs og þú verður dæmdur á hinsta degi og svo skiptir ekki máli hvað samfélagi hefur verið afhelgað eða hvað það er þessi hugmynd þegar búið að predika þetta í 2000 ár hún situr rosalega djúpt í okkar vestræna samfélagi það er samviskan Japan er á sér ekki þá sögu heldur er Japan sem sagt skammar samfélag og skömmin hún er opinber samviskan er eitthvað sem er náttúrulega innra með okkur þannig að típist til dæmis, katholikinn sem gerir eitthvað og svo er með rosalega skammast sín rosalega fyrir það og þarf að fara til prestinn sem fór syndajátningu og allt þetta katholik gilt eins og mann tala á meðan að Japan eiga sér ekki þessu sögu heldur það skömmin og skömmin eins og ég segi eru opinber og þess vegna snýst skipti það gífurlega miklu máli í japansku samfélagi og gerir það enn þann dag í dag að þú mátt ekki missa andlitið þú mátt ekki klúður einhver aðrir get ekki fengið að sjá einhverja bresti eða mistöku eitthvað þannig veikar hlið því þá kemur skömmin að hún er opinber og þá náttúrulega það útskýrir til dæmis af hverju eru svona rosalega uppteknir af siðum og venjum til dæmis bara það að drekka te þetta er þjóðir sínar te-seremoníur eins og Bretar og eitthvað þannig en þú getur ekki borið það saman við þetta er líka við trúarlega gildi sem te-athöfnin hefur í Japan hvernig er japansk te-athöfn? Nei, það er allavega að skipta máli hvernig vatnið er og hvernig þú situr og hreyfir þig og borðið sem þú notar og bollarnir sem þú drekkur úr og hitt og þetta ég þekki það ekki í þaula en ég bara séð svona en þetta er auðvitað eitthvað sem ofta hefur verið talað með Japan það er þetta svona þessi vinnukúltúr það sem er að vinna sig alveg á grafabakkan og þeir gera það enn þann dag í dag því ef þú ferð heim fyrir úr vinnunni þá ertu ekki mikilvægur fyrir fyrirtækið og þá
missir þú andliti eða þú veist, Já, lose og face svo- eins og við talum um þetta ensku Já, lose face og svo, og svo þetta líka þetta með sjálfsmórstíðnina já, og þessar frægu sögur sem maður heyri frá Japan skóginn þar sem að fólki fer til að hengja sig og oft á það víst að vera bara fólk sem að gengur ítl í vinnunni og svona emitt og það er náttúrulega mikilvæg hluti út af samúræmenningur líka, náttúrulega bæði þetta seppuku og harakiri já og sér aðtöp þar sem til dæmis þegar þú ert búin að bregðast eða mistekst eða eitthvað þannig og þú ert búin að sína þína bresti og þú ert að búin að bókstaflega klúðra þínu og skömmin er gífurleg eina leiðin til þess að þurrka út skömmina það er að sína máttinn og megin með því að fremja sjálfsmorð á ákveðin hátt og þetta er náttúrulega rosalega framandi og þetta er eins og þegar tölum þarna í þetta seinni heimsstyrjöld þess vegna fannst japanskum hermönnum svo mikill viðbjóður þegar að evróskir og bandarískir hermenn gáfust upp það var svo mikið skömm þetta var svo mikið skömm fyrir breska heimsveldi fyrir bandaríska ríki og þess vegna voru í augum Japan voru þetta brotnir ónýtir menn sem voru einskis virði og voru búin að færa svo mikla skömmu við samfélag sitt að það þurfti að refsa þeim bókstaflega fyrir það og þess vegna meðhöndluðu þeir stríðsfangana svona illa á meðan að japanskir hermenn almennt gáfust ekki upp því þú getur ekki lagt á skömm á samfélagið og þetta hangir líka saman með því að Japanir sjálfur gerðu það mikið að taka lífi japanska hermenn sem voru særði þú gast ekki særðan japanskan heim til þess að færa skömm senda hann heim til Japans til þess að færa skömmu við fjölskylduna Vist ekki verið með eitthvað bæklaðan herban mjög svona harðneskjulegt já, mjög harðneskjulegt og skýr goggunarröð og mikið svona það sem ég myndi kalla bara hreinlega þrælslund en það situr mjög sterkt í þessum austurasísku samfélögum það gífurlega þrælslund þetta er það kjarnin í konfúsíismánum að sko ríkisvaldið er eins og fjölskyldan keisarinn, hann er bara stóri pabbi hann er stóri faðirinn og þess vegna svo fyndið einhverju að tala um eitthvað feðraveldi hérna á vestrinu sko. Skelltu þið til Japans eða Kóru þar finnur þið feðraveldi og það er þannig enn þann dag í dag þessar hugmyndir lifa mjög góðu lífi en líka það sem ég vildi nefna sem er svo sérstaklega áhugavert við þetta Tokugawa tímabil það er náttúrulega líka þetta hvernig friðarur síðan aðal sem búin að berjast í 100 ár og þetta til dæmis var eitt af stóru vandamálum sem Evrópa tókst aldrei að leysa ekki heildina, Evrópa hefur alltaf verið klofin og saga Evrópa er stanslausa styrjaldir og það kom einhverjir stórkallar fram og reyna að sameina Evrópu mistekst alltaf, endalausir hernaður á meðan að saga austursins Kína til hans brotnar alltaf reglulega en það er alltaf sameinað aftur og svo er einhver ákveðin stöðuleiki Kórea hefur nú verið tiltölulega sameinuð og Japan hefur jú verið svona gróflega sameinað allan gegnum keisaran en þó auðvitað í raun hafi þetta verið sjálfstæði stríðsherrar oft aðalsmenn en það sem að Tokugawa sjókunarnir gerðu þeir settu upp sínar höfuðstöðvar eða gerðu Edo að sínu höfuðbóli Edo og Edo er það sem er í dag Tokjó og Edo þýðir bara árós eða eitthvað neginn þannig árós eða var það bei, fjörður vík, eitthvað þannig það er náttúrulega ekkert sérstaklega flott nafn þannig það er svona var það breytt í Tokjó sem þýðir höfuðborg austursins það er miklu flott þeirra heldur að tala um vík Edo er samt flott mest Edo en Tokjó er líka flott sko en allavega þannig þeir reistu sér þá höll og heldur til í Edo og það sem er svo áhugavert er einmitt að þeir komu upp sérstöku kerfi þar sem að þessi mismunandi aðalsmenn þessi stýrðu í svona mismunandi daimó þurftu að halda til Edo og eyða tíma þar og allt fylgdi þetta ákveðnum reglum en þá er þetta runni svona eins og samkomustaður fyrir aðalsmennina svolítið þess að við sjáum í heila á Rómverska ríkinu til dæmis þegar fyrstarnir þurfa að koma saman á svona Reichstag þingum eða þegar konungsvaldið er að byrja að brjóta undir sig aðalsmennina og þeir safna þeim saman í París og Sankt Pétursborg
Nákvæmlega, og þetta er bara svo áhugavert að því þegar mér fannst, fyrir mitt leiti allan var þetta svo mikill eye-opener því ef þú tekur til þessi versali fyrir mér fannst það alltaf að vera svo mikil sóun og mér fannst það að vera svo heimskulegt að vera sko, þú ert aðalsmaður og þú ert að mergsjúa hertogadæmið þitt eða hvað það er og svo hvað ert að eyða peningunum þú ert ekki að eyða peningunum í að kaupa vopn og þjálfukun her, þú ert ekki að eyða peningunum í að reisa stíplur eða leggja vegi en þú ert að eyða peningunum í að kaupa silki og gimsteina fyrir konuna þína og flottan kjól á hjákonuna og taka þátt í veislunum í versölum en það sem er nefnilega svo sniðugt eins og með Versali og frakkakonungu þetta svo framalega sem aðallin upptekin í versölum og að berjast það að vera í flottasta tauginu fyrir næsta stóra ball þá náttúrulega aðallir ekki að skipuleggja næstu uppreisn og einmitt kaupa byssur og púður og vopn þannig að þetta náttúrulega snýst það sko hvernig temur aðalinn hann, þetta er svona það talaði að sólkonungurinn hafi domestikerað aðalinn sko, hann afvopnaði aðalinn og gerði hann það svona puntdúkkum á meðan að þú berða saman við þá fyrri konungu og til dæmis ef við horfum bara á þú tekir til eins Harald Hárfagra til dæmis í Noregi þegar hann er að reyna að brjóta undir sér Noreg að þá þurfti þessi konungar alltaf að vera flakk á milli og halda veislur hjá aðalinn og konungurinn var alltaf með sína menn og síðan fór hann á þetta stórbílið og þá var þar eitthvað tíma og borða allan matinn og þá þurfti hann að halda áfram að hann alltaf að vera að minna alla á það heyrðu, ég er kongurinn og svo náttúrulega er það mikill munur þegar kongurinn þarf ekki einhver að flakka á milli og getur bara sest að eitthvað staðar og svo koma allir til hans á meðan til dæmis eitt í bókinni sem ég var að lesa sem fjallaði bara sérstaklega þetta fyrirbrigði þá bar hún þetta mikið saman við Marokko til dæmis á 18. og 19. öld þessi konungur Marokko þurfti alltaf að vera að flakka allt konungsríkið hann gæti ekki bara sesta í Marrakesh eða Fes það þurfti að vera endalaust á ferðinni þess að minna alla ættbálkana og allt fólkið á að ég er kongurinn á meðan að Tokugawa sjókunarnir þeir settu stað í Edo og svo settu þeir upp kerfi þar sem að ég man ekki náttúrulega hvort að 1/3 eða 2/3 af þessum daimos þurftu alltaf að vera til staðar í Tokjó eða Edo og þá náttúrulega það sem var svo sérstaklega þetta kerfi þá að keisarinn eða sjókunin sérstaklega sjókunin þurfti þá ekki að vera flakk alltaf í Japan sjókunin hélt bara til fyrst og fremst í Edo og svo komu alltaf aðalsmennandi til hans og það að ferðast til Edo var ekkert bara Nei. það var rándýrt ennfremur var rándýrt að halda náttúrulega 2 heimili, þú þurftur að halda út í höllinni þinni heima fyrir svo þurftur að halda út í höll í Edo og þegar við erum að tala um þessi dæmjó voru að flakka á milli þá er þetta ekkert eitthvað 1, 2, 3, 5 kalla, 10 kalla eru kannski að fara með 100 manns með sér og öllu var þessu sko stýrt og skiprætt í þaula þannig að þú varst með mismunandi krár og gistihús og slíkt þess að það var búið skipuleggja langt fram í tíman það tekur okkur 3 daga að ferðast hér á milli og okkur við gist hérna svo fyrir við hérna og þá stoppum við hér og svo líka eins og við varum nefna þetta með skömmina og hvað allt er skilgreint og niður njörvað og þá náttúrulega voru líka algjörar siðareglur sem kváðu á það náttúrulega hvernig menn þetta alltaf að hittast og svo náttúrulega voru allar vandamál að segja að það var vont veður eða mönnum senkaði eða eitthvað slíkt þá náttúrulega þetta kerfið skólast eitthvað til en þetta kerfið til dæmis leiti til þess að mikið af vegakerfinu til dæmis var að viðhaldið einfaldlega bara út af þessu það var mjög góða vegasamgöngur því það var stöðugur flutningur á fólki vegna þess að hjólið í raun og veru rúllaði alltaf þar sem að, nú erum við búin að vera svona marga mánuði eða hvað það var í Edo, þá kom tími til þess að við höldum núna aftur heim og þá skildi auðvitað aðalsmaðurinn og herran eitthvað af sinni fjölskyldu eftir í Edo þannig að þess vegna var sjókunni líka alltaf með gísla þannig að þetta var svona gíslakerfið auðvitað líka og það var mjög erfitt að hrindast að uppreist þegar að sonurðin og erfingi er í haldi sjókunsins En keisarinn, bjó hann líka í Edo? Já, það minnir mig ég viðkynna þannig að ég veit voða lítið um þessu keisari vegna þess að þeir skiptu svo miklu litlu máli og til dæmis í bókinni sem ég er að lesa núna sem heitir Tour of Duty Samurai Military Service in Edo and the Culture of Early Modern Japan
það til dæmis það var ekkert talað keisaran því það er bara sjókunir sem náttúrulega var raunverulega vald. Já, keisarinn meira svona kannski hálf svona guðleg típa. Já, og hvað við segja, svona ákveðin löggilding, skraut, Symbolísk. Já, sammenningatákn. Sjókunin stýrði þessu. Já, en svona til þess að líka það sem minnst líka alltaf svo áhugavert þegar því meira sem ég les vald og völd að þá sér maður samt alltaf betur og betur hvað vald takmarkað líka. Samanber það til dæmis að eins og þarna, jú, úr sjókun, þannig að þú ert æðsti leiðtogi Japans í raun, auðvitað keisarinn fyrir ofan þig. En hvað gastýrinu er gert í sjókuninu, það var takmarkaður líka. Hann var takmarkaður líka af þessu hjóli sem var búið að koma á. Hann þurfti að vera í Edo og taka á móti þessum daimjó. Hann gæti ekki gert það sem hann vildi. Og það gildir náttúrulega alla menn, þú veist, Putin getur ekki gert það sem hann vill. Putin er mjög takmarkaður eins og allir einræðisherrar. Xi Jinping eða keisarar Kína til dæmis, þáttur að þeir voru keisarar Kína og hefðu sko guðlegt valdi yfir öllum tæknilega séð, það var samt hefðir og venjur sem niðurnjörfuðu og þannig að þeir gátt ekki borða nema tvisvar á dag kannski. Gátt ekki borða þegar þau vildu, gátt ekki borða það sem þeir vildu heldur. Nei. Þú ert meira sem með sko mjög valdamikla og sterka keisara í Kína, þeir réðu ekki eins og hversu lengi þeir til að sofa hjá einhverju frillu sinni. Það var hámark klukkutími. Það var skilgreint. Mjög gott dæmi. Já, og þeir gátt ekki eins og þú veist, hugsaði þér að þú ert keisari í Kína, þú átt að vera valdamesti maður keisaradæmisins. Og þeir gátt ekki eins og valið hvaða frillu ætluðu að sofa hjá. Nei, ég veist þetta líka svo áhugavert, þetta svona stofnunin keisarinn eru svo mikið stofnun og svona svolítið svo þegar við erum að tala einveldiskonungana og náttúrulega í hápuntunum þetta með sólkonungin í Frakklandi og svona þetta svona allar þessar serimóníur í kringum sem við vorum að tala Lúðvík 14. Og veist þegar að vera að klæða kongin og þegar kongurinn borða morgumat og allt þetta sko. Já. Og þessi stofnun til dæmis þá með sjókunin og Edo alltaf var það mikilvæg að þessi daimjó til dæmis þeir eyddu öllu lífi sínu annarkvort í Edo þá og í þá sem var þá þetta þú veist kjarnin, þú veist þar var menningarstarfi þá þetta og þá stórborgin og það var valdamiðstöðin annarkvort þeir eyddu öllum tíma sínu annarkvort þar eða í raun og veru ferðast frá og til Edo. Og það náttúrulega hafði þetta gífurlega áhrif líka vegna þess að eins og ég nefndi þetta var svo dýrt þannig að ef þú varst ekki í Edo þá varst að skipuleggja næstu ferð til Edo og þetta kostaði daimjón alveg gífurlegar fjárhæðir þannig að þeir þurftu til dæmis að taka allavega svona neyða til dæmis sína samuræja til dæmis eða undirsáta til þess að veita sér lán til þess að geta fjármagnað þetta. Og ég held að þetta hafi skipt miklu máli upp á síðan það hvað Japan fljótt innvættist að þú varst með, hvað við segja vísi að einhverju svona kapitalísku samfélagi út af þessu því þú þurftir því það var svo mikið eftirspurn, þú veist það þurfti að viðhalda vegunum, þú veist það þurfti að halda út til gistihúsum, það þurfti að framleiða allavegana þú skilur allavega dæmi fyrir þessa neyslu sem og þá fóru fjármörður í þetta í staðin fyrir að peningunum hefði kannski verið eitt heima fyrir í eitthvað annað og þetta er náttúrulega líka hluta því til þess af hverju Edo var náttúrulega svona brjálasta stór borg með vel yfir 1 milljón manns en þegar þetta kerfi var afnumið að þá náttúrulega hrundi íbúafjöldi Tókjós að þetta náttúrulega var svo eins og enskum þetta var svo artificial þetta og það er náttúrulega sama eins og þegar við talum það sem fer allt í töðunum þegar sumir eru að reyna að nota sko íbúafjöldi einhverju borgar sem einhvers konar vísi að velmögun eitthvað sem þróa samfélagið eitthvað þannig til dæmis Rómaborg á tímum Rómaveldis af hverju voru svona margir íbúar þar það var bara vegna þess að brauðið var ókeypis og allavega ívilnanir en þú veist það var artificial eins og maður gæti ímyndað sér það var bara, því var haldið uppi náttúrulega bara með því arðræna annar staða frá og alltaf saman með Edo hér, ákveður svo margir sem byggu þarna vegna fólk var þvingað til þess að búa í borginni og þá náttúrulega þegar að þær þvinganir falla frá og þá auðvitað hrundi íbúafjöldin
En það var nú samt verið einhvers konar stjórnsýsla þarna líklegast, eða ekki? Ég held jú, heldur mikil stjórnsýsla Bukufu, minnum að það kallið það Já. En náttúrulega þú veist, ef þú ert að segja þetta sé artificial og skipti ekki máli, þannig náttúrulega ef þetta er allt bara einhverjir fátæklingar skilur sem er ekki að gera neitt eða pródúsera neitt, þá náttúrulega er það kannski ekki neitt en Nei, þú veist, ef það er mikið af fólki sem að býr í borgina því að það er stjórnsýslu með Já, en það sem að gerist náttúrulega þegar benda á náttúrulega eftir að Maichi endurreisnin átt sér stað að það hrundi íbúafjöldi Tókíó allar 1/3 Já. og það náttúrulega sýnir það náttúrulega bara hversu mikið fólk náttúrulega var þvingað til þess að vera þarna Einmitt. sem er áhugavert fyrirbrigði Ertu að tala með að þetta hafi verið svona hirðlíf bara? Já, þetta var hirðlíf að því séðan auðvitað að þú ert með svona þegar kemur valdamikil daimjó og hann kemur náttúrulega auðvitað kannski með mörg hundruð manns með sér og hann þarf auðvitað ennþá fleiri kannski, það er kannski 1000 manns bara í kringum hann eða 10.000 að það þarf að búa til matinn fyrir þetta lið, það þarf að búa til fötin fyrir þau, það þarf að gera allan fjandann en eins og ég hef bent á eins og hérna, herstuðin hér og Bæris Jebi er náttúrulega artificial, hann náttúrulega væri ekki til eða væri ekki fyrir norska herinn Já, mér finnst líka bara artificial, skilur þú veist það er samt einhver starfsemi sem er norski herinn, hún er ekkert að búa til loft, hún er þarna fyrir einhver ástæðu, skilur Já, en það er ekki verið, ef þú verður að tala með bara frjálst og opið kapitalist samfélag, þá náttúrulega myndur ekki vera með bæ hér eins og verður ekki með bæ einhver staður upp á Vatnajökli vegna þess að það er engin grundvöllur fyrir því en þú getur auðvitað nýtt þér hagkvæmi annar staðar frá eins og til dæmis það býr fólk auðvitað í Eyjafirði og Akureyri til dæmis það meikar sens að vera með bæ þar en þú getur auðvitað þá tekið skatttekjuna frá þeirri starfsemi og nota þá skattpeninga til þess að byggja eitthvað bæ annar staðar sem borgar sig ekki eins og bara samt í Pétursborg á sínum tíma Já og það sé ég að benda og það sé ég á við þegar ég segi artificial að þú þá auðvitað að taka peninga annar staðar frá til þess að reyna að borga fyrir þetta Já, en á sama tíma þegar þú ert að byggja upp svona borgur sem samt í Pétursborg eða Versailles, þá ertu líka að byggja upp stjórnkerfi sem að borgin þjónar því að vera með stjórnkerfi og það hefur eitthvað funksjón Já, en það er svona dýrt og það stjórnkerfi til nú þegar allir í Moskvu og svo allir með núna í Egyptalandi að vera að byggja upp nýja höfuborg Hvar? Aðeins austur af Kaíró og það er allt ný stjórnsýslu og allt þannig en það er náttúrulega bara gert það er aðra rástæð fyrir okkur að vera að gera það en það er artificial að byggja þá borg þarna út í eyðimörkinni þegar allir stjórnsýslu innviðir eru nú þegar til staðar Já þá náttúrulega þarf að taka þá peningi okkur annar staðar frá en Jú það er mismunandi hvað ríkisvaldi vill þetta eyða pening í Já, menn hafa nú þeir hljóta nú að hafa ykkur ástæði fyrir þessi að gera þetta og auðvitað þetta með Tokugawa tímabilu þá snýrst það náttúrulega það að temja aðalinn og halda aðilinum auðvitað í ákveðin gíslingu til þess þá auðvitað að viðhalda friði í Japan En samúræjarnir þegar það er friður hvað eru þeir þá að gera? Það er bleimið þetta er bleimið svo þess vegna náttúrulega samúræjarnir náttúrulega líka mikið að semja ljóð og skrifa bækur og slíkt Þá eru þeir bara einhver svona herramenn Sumir, á meðan að sumir samúræjar voru náttúrulega bara bláfátækir og þess vegna er svo áhugavert að líka þegar þú byrjar að skoða eitthvað nær auðvitað að þú tekir hvaða fyrirbyrði sem auðvitað að það er alltaf flóknara þegar þú kafar meira í það og það er náttúrulega eins auðvitað með samúræjan og þú varst með samúræja sem voru kannski auðugir og velstæðir en síðan varstu líka með samúræja sem áttu einar buxur og þurftu að vera inni þegar þeir voru að þóða þær þú veist þú veist alveg með allan skalan og samúræjarnir ég held ég hefði nú seifað þetta í bókinu sem ég lesa en ef ég mann rétt þá held ég að samúræjar hafi verið 5% japansku þjóðarinnar sem er mjög hátt hlutfall og ber saman við allir aðallin held ég í Frakklandi á tímum sólkonungsins það var bara 0,5% held ég þannig að þetta var þess og það er alltaf hluta því að okkur svo margir samúræjar voru þá fátækir af því að samúræjar náttúrulega unnur ekki fyrir sér þeir lifðu á vinnu annara þeir áttu ekki land nei, fengu styrki og til dæmis þá greiðslur í hrísgrónum og einhverju slíku fengu þeir þetta frá hérna Daimjó
Já, frá þá sínum herra og það er náttúrulega þegar þessir aðalsmenn voru að ferðast þá náttúrulega ferðust þeir auðvitað með fullt af samúræðum auðvitað með sér og það var einmitt, þú veist, og þeir færa rök fyrir því til þess í sumum af þessum bókum hérna að sko að samúræin, jú, hann vinnur ekki fyrir sér en hann er mikilvægur upp á það auðvitað þá að verja samfélagið og þá kemur inn í þetta allar svona siðabóðskapur svo til dæmis áhugavert að þeir benda á að það er svolítið svona Nietzsche-stefna að það er kannski réttlætanlegt og gott að drepa einn mann til þess að berga 1000 þá til dæmis verið að tala kannski vondan daimjó eða þess vegna kannski sjókun sem er einræðisherra og svona tyrant. Voru samúræjar stundum notaðir til þess að taka niður sjókuna? Þeir tóku þáttu auðvitað í baráttunum á milli þegar allir eitt sjókundæmi fellur og annað tekur við. Já. Þeir náttúrulega voru þessir, þeir náttúrulega voru hermennirnir, mynduðu herinn. Já. En síðan það líka samt að mismöndið tímabilið þar sem að sko, hérna til dæmis tóku gafa tímabilinu, þá eru samúræjarnir orðin líka að erðastjætt. Já. Þetta erfir titilinn og erfir stöðuna. Á meðan að fyrir það til dæmis eða þessu ófriðatímabili fyrir tóku gafa tímabilið að þá til dæmis gátt í rauninu hver sem er orðið samúræ og þurfti bara að geta barist og þá einmitt auðvitað líka fáðu vopn og þannig og Japanir og þeir auðvitað börjast með mismöndi vopn þeir notu ekki bara sverð og katana og eitthvað þannig þeir notuðu líka, þú veist, æfðu sig líka með boga ykkur notuðu eitthvað aðeins líka svona frumstæða byssur notuðu líka atgeira og slíkt spjót en Japan, hvernig er það? Japan var ekki mikið í hernaði út á við. Nei þeir reyndar ekki undir þessu Kóreu og það mistókst og aldrei svona neinar velhefnaðar innrásir heldur. Nei, Mongólar reyndu að leggja undir þessi Japan og það er mitt frægt og Kamikaze stormurinn flóðið það sé því er einmitt guðlegu vindur eða eitthvað slíkt hjálpaði Japanunum mikið það var 2 mongólskar innrásir og Mongólakeisarinn líka sendi alltaf erindreka aftur og aftur til Japans og þeir voru alltaf afhöfðaðir og það var mikilvæg ástæð fyrir því okkur setni innrásin var hrind að stað gaman að vera erindrekinn maður veist alveg að þú myndi vera afhefðar því allir hinn sem fóru undan þér hafa þú svona 3. eða 4. leiðangri allir hinn hafa verið afhefðaðir ok, strákar, hvernig heldur þetta fari agalegt minnum við á atriðið í Enemy at the Gates mástu þegar þeir voru með snæperana og svo voru alltaf að senda út þetta rafmagnsgaur alltaf að skríða og svo var alltaf skautur og alltaf svona, ef næsti gaur ef maður verið að skríða þarna og veita að það er búið að skjóta alla sem fara undan þér það er agalegt alveg og svo alltaf finnst mér líka svo áhugaverður náttúrulega þessi hvernig börðust þessi samúræjar til dæmis að þú horfir á myndbönd til dæmis þess að þeir eru að æfa sig með katana og svona þá er einmitt svona bambusstöng sem ég sett upp einhvern veginn og það verið að sína og ég sé einmitt mun á því til dæmis þegar ófaglærður eða einhver algjör amatör er að mynda svona katana og reyna að skera í gegnum þetta og vinnur ekkert á þessu og svo kemur einhver svona eldri kall sem er búin að vera að beita sverðinu í mannsaldur og bara sker gegnum þetta eins og ekkert sé og það sem er áhugavert að eins og í bíómyndi þá sé maður kannski svo miklu skylmingar það er svo að skylmast og verja og alla einhvern veginn svona samúræja bardagar virðist alls ekki hafa verið neitt þannig heldur er þetta svona rosalega snöggar hreyfingar og þetta gerist eða bara eins og að smetla fingrum eins og sumoglíma ég hef mikinn áhuga á sumoglímu og mér finnst sumoglíma mjög áhugavert fyrirbrigði og hort töluvert á sumoglímu og við skammar að horfa á svona mismunandi glímutök og það er gífurlega mikil taktík í sumoglímu líður hún hratt þá? Já, hún gerist bara, það eru bara örfá sekundur og það gerist ótrúlega mikið á örfáum sekundum stigið og svo bara stigaðir og það er búið þegar annar dettur í gólfið og þá hljópaður þetta móti hver öðrum og svo er að reyna að pressa henni að íta hinnum út úr hringnum og þá taktíkin alltaf þetta gerist rosalega hratt
og samúræja skilmingar eða einvíi fyrir að það veri líka einmitt svona og það líka einmitt áhört líka eins og í bókmyndunum þá einmitt eins og ég nefndi þetta áðan það verið gagnrýnað þú ert að vera eitthvað en þið sýni ykkur rosa flott ykkur brögð og eitthvað svona kjaftaði þú ert bara að vera kaldur og ganga hreint til verks og þú ert að klára þess hratt á getur en japansk menning kannski líka svolítið svona og mér svo áhugavert það var allir með eitthvað sagfræðingur sem benti á það að Pearl Harbor og seinni heimsstyrjöldin voðalega mikið segir voðalega mikið japanskt samfélag og eins sumoglíman að þú veist strákar, núna bara það allt eða ekkert, við bara tökum sjensinn og það bara að keyra allt í gang ok, og annarkur texti það eða ekki og svo gerir texti það eða ekki á meðan að bandarísk menning það allt annað hversu margar bandarískar íþróttamyndir hefur maður ekki séð þar sem þú veist, það 5 sekundur eftir á klukkunni eða 10 sekundur eða eitthvað þannig og við erum búin að undirstrókar allan leikinn en þú veist núna, þú veist, ef þú nær að kasta boltanum svona í ruðningnum til dæmis og við náum bara einu touchdown þá erum við búin að vinna þetta eða í körfunni eða hvað þú veist, Bandaríkin allt öðru, þú ert að vera undir allan tíman en svo allt inn á síðustu metrónum þá nær það að vinna, þú veist, það elskar Bandaríkjamenn þetta mjög framandi fyrir japanskt samfélag Við erum líka svo hrifin á svona underdog Já, við elskum svona underdog sögur og það alveg samur hvað underdog það og þetta mjög framandi fyrir þessi austurlensku samfélag En áhugavert með þetta þú ert með þessa samúræði sem eru svona stríðsmenn og þetta svolítið svona áherslu á hernað og svona en þetta samt þetta samfélag sem að tiltölulega laust við hernað því leiti það ekki ég meina þú berð þetta saman við önnur samfélög sem eru frontier samfélög ég meina þú berð þetta saman við Rómaveldi skiluru sem með mjög langa víglínu stanslaust við barbara og svona það sem að þú þarft að vera með her og stríðsmenn sem eru stöðugt í hernaði við alvöru óvinn og eins og þetta Kína með Mongóla og náttúrulega Ísrael og svona en og það bara eins og þú nefnir nútíman svo nú ert þú í norska hernum skilur norski herin alltaf bara eitthvað að æfa sig og dunda sér og svona en svo bara saman við samfélagi svo Ísrael sem bara, þú veist, bara stöðugt í hernaði stöðugt í ógn en ok, Japan virðist ekki vera það í gegnum söguna við erum að tala um þess að 2 sögulegu innrásir hérna Mongóla ein veik tilraun til að leggja inn sig Kóreu kannski einhverju önnur dæmi sem við erum ekki búin að nefna en einhver síður, þetta ekki svona mikil hernaðar ógn sem þetta samfélag og svo þetta verður Japan að þessari gríðlegu stríðsfél náttúrulega á 2000-öldinni en þá þetta ertu samt með svona þessa hernaðarstjett og þeir þurfa að hafa einhvern funksjón og þeir verða þá náttúrulega svona mikilvægur hluti af samfélaginu einhvern veginn á einhvern annan hátt heldur en að verjast út á við verða hluti af því að halda uppi valdastjættinni innanlands En það var það sem var hluti af mæti endurreisninni var einmitt að einhvern veginn friðþægja samúræjana og þeir gerðu það með því að mikið af samúræjunum þá gáttu farið inn í stjórnsýsluna einhverju leti og ekki minnst náttúrulega síðan inn í herinn og svo getur maður kannski sagt að þessi Bushido þá eða vegur stríðsmannsins vegur samúræjans gegnum sýrru þetta síðan þá japanska hernaðarmenningu sem eins og varst að benda á verið mjög takmörku og það allir með líka sagfræðingur sem var að lesa sem bendi með þetta á það að hluta því að okkur Japan kannski var svona gekk svona hart fram í seinni heimsstyrjöld og til dæmis ef þú varst venjulegur óbreyttur hermaður þá mikið verra að lenda í japanskum fangabúðum heldur nokkuð tíma þýskum og það var meðal annars vegna þess að það var ekki þessi hernaðar menning og meðan í Evrópu það sem menn eru búin að berjast í 1000 ára og enginn hefur náð að sameina Evrópu almennilega það er alltaf bara rótgróin hernaðarleg menning þar sem að þú til dæmis kannski leifir hermörnum sem eru að verja ykkur á borg að halda fánum sínum á vopnum og marsera út gegn því að þeir gefist upp og þú fara að taka yfir borginu og svo virðuru þann samning búið að myndast svona siðareglur í stríði yfir mörg hundruð ára reynslu Já,
fyrir heimstöld, þú skýtur ekki á kamarinn þú leifir mönnum að ganga örna sinna í friði Já, það allir var svo sumsta vopnarhlé á bestu vígstöðunum Já, við tölum þetta en það, maður getur kannski borið þetta saman við til dæmis ef þú ert reglulega í slagsmálum þá kannski við myndast einhvers konar hefðir Já, og reglur í kringum það en ef þú lendir einu sinni í fight to the death slagsmálum á ævinni einmitt þá ertu ekkert að veigraði við því að sparka í engasvæðið eða rífi hárið eða poti í augun sko. Einmitt Rough and tumble eins og að kalla þetta í Suðuríkjunum það sem var slitinn úr augu og rifin á pungur og ég ekki að íkja ég þekkti, það var einn maður sem ég þekki sem að og hann segir mér frá að hann var mikið í svona fótboltabullu svona samfélagi í Bretlandi Já og erum þetta að lýsa þessu sko, hvernig guðrarnir skilur þeir mæta á leiki skilur og eru þú veist með sixpensarna og treflana og svona og þú veist, byrjaður að detta í það skilur á barnum fyrir og svo faraður að horfa á leikinn og síðan byrjar sko aðalmáli sem er að fara í slag sko Já og það er alvöru slagur út að kýla og berja og þú veist, sparka í liggjandi og svona Já og svo kannski kemur löggan eða eitthvað þá bara, þú veist, já, hjálpar að hinnum upp og þeir hlaupið inn á næsta bar og detti í það saman sko. Já, einmitt Já okkur að síða reglur í þessu Já það er áhugavert maður en svo alltaf kemur líka inn í þetta alltaf á þessu tímabilið alltaf er líka Japan að ýmsu leyti mjög lokað samfélag en það sem er áhugavert að Japan verður þannig séð eru ekkert mikið lokaðar heldur en til þess Kórea eða Kína það er líka fyrirbrigði sem þessi samfélag eiga sameiginlegt að þau höfðu mjög lítinn áhuga á heiminum og vildurinn og bara að fá að vera í friði Já á sama tíma sem auðvitað voru alltaf ákveðin kraftar auðvitað sem vildu leita út af og það er mjög áhugavert að ég man ekki hvort það var Hiroshima eða Nagasaki, ég held að það verið Nagasaki sem hafi verið mjög kristin borg hafði rótgrónar rætur kristindóminn hafði rótgrónar rætur þar og sérstaklega þau tengslum við þá til dæmis einmitt hvort það voru ekki hollendingar Já og svo alltaf Portúgalar höfðu líka mikil áhrif Portúgalar, já og það er mjög áhugaverð saga að þú veist, þessar evrópsku þjóðir eru komnar, þú veist, alla leið til Kóreu og Japans bara strax á þú veist hvað, 16. öld eða 17. öld eða eitthvað skilur Já. Og fannir að stunda trúboð sko, mjög snemma og ég mitt líka koma á verslun og verslunarsamböndum og þannig og það er líka kafli sem út fyrir sig einstaklega áhugaverður að kristindómurinn náttúrulega óx skífurlega í Japan og það var ekki mikið sem hefði þurft að fara öðruvísi og þá væri Japan kristin þjóð í dag Já, það er áhugaverð pæling en líka þetta með sko að þegar þú hugsaður með kristindóm í Japan eða kristindóm í Kína eða eins og þurfum að tala gyðingana við þurfum að tala gyðingdóm í Kína og svona að þetta sé sko þú hugsaður skilja að þetta er bara afleiðing vestrænna trúboða og þetta er aðflutt og importerað svipað og í nýlendum annar staðar en þeir eru orðið svona langt síðan þú veist, þetta er eitthvað sem á rætur sína sko aftur á 16. öld eða 17. öld þá er það orðið svo gamalt og rótgrófið að það er varla hægt að tala um það lengur sem kópí skilur og það er eins og maður hugsaður til dæmis sko þessar elstu nýlendu Portúgala þú veist, eins og í veist, bara eitthvað var að segja daginn, þú veist, hann var að fara til Kanaríeyja sko og var að segja eitthvað svona, það var nú portúgölsk nýlenda og portúgölsk nýlenda og þeir tóku nú tóku þetta nú frá fólki og svona en málið er að það er svo ótrúlega langt síðan eða Spáni fyrir ekki Spáni, spænsk nýlenda eða Asúr-eyjar eða bara allar þessar eyjar þú veist, þeir eru búin að ráða yfir þessum eyjum síðan á 15. öld og þeir eru orðið svo langur tími síðan þá er sko valla hægt að tala um þessar nýlendur sko Nei, svo Kanari er náttúrulega bara eins spænst og það gerist þó síðan endar stöndum Afríku og alveg rétt það sé náttúrulega aðlegast náttúrulega líka þessu trúarbrögð það er náttúrulega svo mikilvægt líka að hafa í huga eins og þetta kristnin hérna í Japanu það var það
var hún þetta öðruvísi sem er bara mjög eðlilegt og það er náttúrulega einsöyti eins og með búddismann og konfúsíusmann og eins og til þess með búddisma þú veist, búddismin kemur frá Norður Indlandi og áhugavert og fer þú veist alla þessa leið þá ég man ekki hvort ætla hann fara ekki frekar gegnum Tíbet og Kína og síðan til Japans frekar en gegnum Myanmar og Thailand og Kína, ég held að það var norðurleiðin en engu að síður svo náttúrulega aðalega stjórnar hlutinir Já Það er örugglega mjög margir að þetta eru svo fjölmenn ríki að þetta kristna fólk í Japan og Kína þeir eru mjög fjölmenn eða ekki í sálum talið sko Já, en ekki í Japan í dag það kristindómur mjög lítill í Japan í dag að því allt þetta fólk var drepið á síðan 17. öld og gífurlegar ofsóknir og jesútar þetta sem voru drepnir og gífurlega pyntingar og hryllingur og þeir drápu þetta ég held síðan ekki þeir segi 100.000 kristina manna og þurrkuðu út kristina Ég sé þetta, það eru 8,6 milljónir kristina manna í Kóreu Já, að Kórea, Suður-Kórea ég var að skjóta, Suður-Kórea á leiðin að verða kristið ríki Já, ég myndi nú kannski ekki segja það Jú, hún áttir að verða kristið ríki 2% af þjóðinni segja það hérna Í Suður-Kóreu það 40% þjóðarinnar í Suður-Kóreu voru kristin 30-40% Já, fyrir ekki, það var 1945 Já Þá var það 2% fyrir ekki Býtu, já 1954 Já, 2024 31% Suður-Kóreu manna eru kristnir Einmitt Djúrlega mikið Já, vex skífurlega þar og það er sama í Kína Wow og það er ekkert vita hvað eru margir kristnir í Kína en það eru 20 miljóna og það er allavega það margir að kommunistaflokkurinn farin að banna meðlumum sínum að halda upp á jól og það voru orðið slæmt þú bannar ekki það sem ekki vandamál Já, einmitt En já, 8,6 milljónir það eru náttúrulega bara fleiri eldur en í Danmörku og Noregi og... Já að því sko hvort hann Oda Nobunaga sem einn af þessum svona founding fathers hvort að hann hafi verið kristinn að hann einn af þessum mikilvægu leiðtogum Japans voru nefnilega var kristinn og hann nefnir tók kristni að hluta til vegna þess að sá hann sér leika á borði að styrkja líka tengsli við Evrópuveldin upp á það að kaupa vopn og slíkt og það líka brjótast kannski aðeins svona út úr þessum hvað getur kannski sagt þessu viðjum japanska kerfisins og vildi þú veist að myndi eitthvað nýtt en hann var síðan myrtur ef mann rétt og síðan upp úr þessu og þá komu þessar gífurlegu ofsóknir þannig að ég held að kristnin í dag í Japan undir 0,5% held ég Já, ég er að lesa þetta núna það er 1,5% milli 1 og 1,5% segir hérna á Wikipedia Já. Þetta eru 1,2 milljónir 2022 Já, öllu færri heldur en í Kóreu Já, það er áhugavert það er líka áhugavert með þessi samfélag svona hvað hafa tekið upp líka af mest þetta menningu eins og með þessi svona klassísk tónlist vera mjög vinsællega með þessi Suður-Kóreu Já, einmitt og líka þú veist orgel og slíkt Já Það er ekki tilvíðin að þar sem ég var að vinna þá var ég með suðurkóreskur organisti Marxismi líka Já, ég veit Nei, hvað er það annað heldur en ég menna bara evrópsk heimspeki kenning eða félagsfræði kenning Já, það er alveg rétt hjá þér Já, algjörlega Það er alveg rétt hjá þér Byggir á innvæðingunni og... Já Pjúra evróst Já Með kóreskum séreinkennum Ég segi það í Norður-Kóreu Já Ég mitt En já ef við förum svona fljótlega að fara að hallast að seinni hlutunum hérna í þessari umfjöllunum um samúræjana hvað getum við sagt svona endalok þessa kerfis hver var hinn sanni síðasti samúræji það var ekki Tom Cruise Nei, það er þetta fyndi ég hefur séð myndina líka það sem einmitt einhver var ekki bandaríkjamaður frekar en Evrópubúi sem í svona samúræja munderingu frá 1800 og eitthvað
Það verður gerir grínað sem fyrsti vípið eða hvað hann kallaði þá hefur ekki heyrt það þeir sem eru svona hrifnir af Já, svona japanskri menningu það er ekki víp Ég hef ekki það er svona Japanophile eða þá sem er mjög hrifin af Japan eða Viabú hefur þetta líka séð Já allavega hana Þeir voru þetta liðið alveg fram á 19. öldina Já, og þá náttúrulega afkomendur einhverja mikilvægur svona samræða fjölskyldna örugglega í dag og það hlýtur að vera þú veist rétt eins og það eru til hinnur og þessi fyrstar og svona aðalsmenn í Evrópu í dag Já en samræða kerfið auðvitað lagðist af með því að þeir eru náttúrulega hvað við segja, voru kannski keyptir inn í stjórnsýsluna og herinn og já, vinna fyrir hið opinbera ýmsu leyti Já Alltaf síðasti Tokugawa sjógunin var Yoshinobu já. sem að leta völdum 1800 hvað sagðir 1866 nei 1867 Já. og hann lifði alveg fram til 1913 Já áhugavert En nei, maður getur sagt svona stuttum máli þetta er auðvitað bara ákveðin svona hernaðarstjætt sem hafði ýmis forréttindi og hafði sinn svona sess í gókunarröð samfélagsins þar sem að einmitt hernaðar hlutverkið þeirra var þá einmitt löggildingin fyrir þessum forréttindum og ef mann réttlega þess að karate til dæmis karate sprett upp úr því að það voru náttúrulega bara samúræjar sem máttu til að bera vopn, máttu bera sverð og veist, einhver bóndarævill gat auðvitað ekkert keypt sér sverð og borið vopn þannig að karate sprettur upp úr því að læra að berjast og verja sig þegar þú ert ekki með sverð gegn þá einmitt vopnuði samúræi En þeir máttu gifta sig og svona Já skýrlífið er óþekkt í Japan og, og það var líka og Japan varst það mjög sérstakt þegar þeir rákust með að sá þessar púritönsku hugmyndir Evrópumanna til þess að vændishús og slíkt sko, þeim varst það mjög skrítið að það gæti ekki verið fyrir opnum tjöldum því það þótti sjálfsagt í Japan til þess og geisjur og allt þetta þeir hafa allt aðra skoðun á kynlífi og einslega með það sem við undir kannski kalla hreinlega bara klám það var mikið prentað og fullt af handritum sem eru mjög grafísk ef orðuð á sem svo langt aftur í aldir Jú, það er mjög grafískt og það er náttúrulega líka auðvitað þú sluti að þessi náttúrulega kristnu arfleið þar sem þetta átti náttúrulega bara að vera einan vekja svefnherbergisins og bara til þess að eignast börn það er svona klassíska kaþólska skoðun Einmitt. Hún er mjög framandi fyrir Japanum Þetta er áhugavert þegar maður skoðar önnur samfélög og einmitt að sjá þessi grundvallaratriði sem að við, eins og þú auðvitað ert ofta að nefna þetta er þessi grundvallaratriði sem að maður er ekkert mikið að spá í þetta fyrir maður getur borið samfélögin saman við önnur aðra menningar heima það tekur maður auðvitað eftir mismundi og þetta var það sem áhugavert að gerist því að þegar mikið Japanurlindans fór síðan að halda til Evrópu og Evrópubúar einmitt líka að sjá þessa hlið í Japans samfélags það náttúrulega fannst þeim oft mjög vandræðilegt þannig að þetta var svona undir svolítið ofnæmi svo reynt að fela þetta mér og svona ítt niður öll þessi vendishúsa menning og allt þannig en það er líka bara eins og áhugavert að þegar allir Pompei var grafin upp og þá heldur menn fyrst að öll þessi, hvað kallaði ekki að bara klám málverk, þetta var vendishús en það svona runnu tvær grímur menn þegar að 1/3 af öllum húsanum var orðið vendishúsum að þá gæti það ekki alveg passa þannig að þetta var bara svona stílinn fyndið Það er svona dæmi hvernig maður í fornleifafræðinni byrjar á því að þú veist, dæma hlutina út frá því sem við þekkjum Já Þetta er eins og maður gerir grínaði í fornleifafræðinni þú veist, þetta er alltaf frjósemistákn alltaf í tengslu við ykkur trúarathafnir Hvað er þetta hérna? Ég veit ekki hvaða verkfæri þetta er þetta er ykkur trúarathafn Þetta er eitthvað frjósemistákn Nákvæmlega Já Talandi það, hefur þú séð þarna vangjuðu tippin sem Rómverjarnir voru með Nei Það er svo hluti af rómverskri menningu sem er mjög áhugavert fyrirbrigði Ég heldur þetta að það hafi verið eitthvað frjósemistákn það er þetta að googlaði menn hafa áhuga það fundist mikið af einmitt svona
já, tippum með vangi Einmitt. og margt annað náttúrulega og það er náttúrulega og við erum náttúrulega hlæja þess að það er náttúrulega svo framandi í okkar menningu að ýmsuleiti. Einmitt. En það er auðvitað kannski er eftir að taka það fyrir hér ekkert í hlaðvarpinu sem þessi saga kynferðis og kynferðismál á sögulegum tíma því það er auðvitað eitthvað sem hefur verið rannsakað mikið og Já, verið auðvitað til ýmislegt til hellingur. var ekki með Foucault sem að Jú, skrifaði eitthvað agalegan doðrand það hann gerir það. Það verður mikið verið skrifað það, já. Já, og hinn þessar hliðar á því, mjög áhugaverð lesninga því það mannskepnan náttúrulega svo frumleg og fjölbreytileg þannig að þú fundið allar fjandan. Algjörlega. Og þetta er auðvitað menning eins og annað eins og til dæmis þú erum auðvitað að spá í sig með í þessari mannfræðilegu túlkun á menningu eða svona þessari víðustu túlkun á menningu hugtakinu þar sem þú segir að einhvern veginn menning sé skilur allar mennskar athafnir, allt sem ekki er náttúra eða meðfætt getur flokkað undir menningu á einn eða annan hátt og áhugavert hugsa hvað er meðfætt að þú veist þegar nýfætt barn er að gráta því það er svangt, það er ekki menning skilur þannig séð, það er meðfætt og það er með talið náttúra í rauninni og svo þau myndir taka kannski 10 aðila úr sögunni skilur, myndir bara taka það og setja það á eitt stað og það væri 10 mismunandi aðilar frá 10 mismunandi menningarheimum 10 mismunandi tímabilum, stjett og allt bara egypskan faró og rómverskan hermann og þú veist bara allt mögulegt og þá einhvern veginn þetta er kannski einstaklingar sem hefðu ekkert sameiginlegt menningarlega nema að þau þurfa að borða og þau þurfa að sofa og þau þurfa að þakka yfir höfuð og þau þurfa að fjölga sér en síðan eru við náttúrulega ofan á þetta eru við náttúrulega með matarmenningu við erum með svefnmenningu við erum með byggingalist og húsagerðarmenningu og síðan erum við að sjálfsögðu með kynferðislega menningu algjörlega sem er náttúrulega jafn mismunandi og þær eru margar algjörlega það er áhugavert og þetta var það mikið sjokk fyrir mannfræðinga fyrir tíma að halda til hinn og þessa menningarsamfélag og upplifa þar allan fjandan og líka bara svo matamenningu mongólar til dæmis tóku rátt kjötstykki og settu á milli hnakks og hests og svo riðuðu ráði einhverja daga til þess að kjöti milli meirna og svo borðuðu þeir það og þetta er svona dæmi með eitthvað svona sem getur síðan þróast út í að vera svona fínasti réttur algjörlega já og það er og einmitt líka það er áhört með Japan eins og bara í kringum sushi og hvað heitir þetta allt maki og alla þessar rétti sem þeir eru með þú veist það er allavega ritual í kringum það einmitt þú er svolítið í þessari austurlensku matamenningu þang og svona, það er svolítið já, ég borðum mikið af því ég ætlaði reyndar að hafa japanskt þema hérna núna helgina þegar ég og þau erum ein við erum alltaf mjög svo matathema þegar við erum ein heima helgina og þá ætlaði við að gera hitta þetta ætlaði að gera svo teriyaki önd og tonkutsu er það sem það heitir, það er svona japansk snitsel ég er nú lélur í að munna þessu orð en allavega hitta þetta þú ert eftir að fara til Japan það er nú að gera það ekkert núna hljóma ég eins og þau í lítið víp ég sé eitthvað rosa japans aðdáandi en þarna, nei, ég er bara svo smá á þessu þú hljómar eins og mjög mikið víp já, þarna þetta er nýtt orð sem ég er búin að læra í dag víp ég held að segja bara um víp ég er líka, sumur kallar líka veabó eða veabó þetta er svona slangur í því það sem er hrifnir í Japan ég veist að Japan er mjög áhugavert ég veit maður þarf að fara að nekt tjóðan maður sé fyrir sig svolítið svo maður væri staddur í Tókíó maður myndi örugglega upplifa ákveðið sjokk ég held það svona með það sem maður með það svona ímynd sem maður hefur á þeim stað algjörlega ég meira að segja, ég var að fatta ég meira sem með flösku á sake þetta neðri sem vel að merka því þið bara áfengi þannig að það er vist rámt að tala um þess að sake, við köllum það venjulega eitthvað hrísgrónavín en sake þýðir bara áfengi á japansku þannig að hrísgrónavín þýðir eitthvað annað heitir eitthvað annað en er það ekki búið til úr hrísgrónum eða? Jú en þeir kalla ekki það sem við köllum sake kalla þeir ekki sake vegna þess að þeir kalla það nihonshu held ég það ég held að það hafi verið það eða seishu ég veit það ekki ég kann ekkert í japansku maður nei
Herðu, þetta ágætt. Við hefur ekki bara að fara að segja þetta gott hér í dag af hlaðvarpinu Sögu og skoðun. Jú, endum á sake. Einmitt. Þá segjum við þetta gott hér í dag. Við félagarnir mætum aftur í næsta þætti eftir páska. Við þökkum fyrir samfylgdina hér í dag. Við minnum hlustendur á Facebook síðu þáttarins. Við erum einnig að finna á YouTube og hlaðvarpið Söguskoðun aðgengilegt á öllum hlaðvarpsveitum. Söguskoðun.com vefsíða þáttarins. Þar hægt að sjá alla gamla þætti og það líka hægt að styrkja þetta góða málefni sem við erum að vinna við hér í hlaðvarpinu með því að kaupa kaffibólla handa okkur eða jafnvel kaupa Söguskoðunbólinn til að leggja hlaðvarpinu lið. Nú söguskoðun@gmail.com netfang þáttarins, það hægt að hafa samband við okkur þar, endilega hafa samband við okkur. Við elskum að heyra frá hlustundum og viljum endilega heyra ykkar skoðanir eða athugasemdir eða spurningar eða tillögur að málefnum. Það alltaf velkomið. Að því sögðu þökkum við fyrir okkur í dag og snúum aftur fjallræsir eftir páska. Gleðilega páska og verið sæl.